Isavia leggur ríka áherslu á öryggismál og að allt starfsfólk Keflavíkurflugvallar taki virkan þátt í að tryggja öryggi á vinnustaðnum. Til að efla þennan þátt var haldin öryggisvika á Keflavíkurflugvelli. Hilmar Bragi var þar með myndavélina. Öryggisvika ykkar hjá Isavia, hvaða viðburður þetta? Öryggisvikan okkar er það sem við gerum öryggismálunum svona heldur herra undir höfði heldur en við gerum vanalega. Öryggismál auðvitað það sem er svolítið innbyggt í DNA-ð á öllum í raun og veru sem vinna í flugiðnaðinum, hvort sem það eru starfsfólki á flugfélögum eða á flugvöllum eða hjá flugafgreiðslufyrirtækjum. Vegna þess að þetta hefur svo mikil áhrif á það hvernig starfsemin virkar og tiltrú farþegans á þessum flutningamáta. Við hins vegar tökum okkur svona til einu svona ári og höfum gert það fram að þessu og gert þessu sérstaklega hátt undir höfði í þessari viku. Við erum með skemmtilega viðburði sem eru þá skipulagðir af öryggisteymunum okkar og markaðsfólkinu okkar. Við reynum að fá sem flesta til þátttöku, búum til öryggisleika eins og við erum með núna á þessu ári. Við erum með svona fotdag eins og við höfum verið með hérna í dag, þar sem allir sem að geta og hafa tíma akkurat núna fara og leita að foti sérstaklega. Þó svo að það sé eitthvað sem við gerum með þetta alltaf. En reynum að gera þetta svona skemmtilegan máta einu svona ári. Og hérna hafið þið verið að virkja líka starfsmenn annarra fyrirtækja, þetta er ekki bara starfsfólk Isavia? Alls ekki, af því að þetta eru auðvitað sameiginlegt hagsmunamál okkar allra. Og við getum sagt það ef einhvað fer úrskeiðis í starfsemi eins félags sem er með starfsemi hérna á flugvellinum, að þá snerti það orðspor flugvallarins sem heildar. Þannig að velgengni eins er velgengni allra og öfugt. Ég var aðeins verið að fylgjast með þessari viku hjá ykkur, það var til dæmis brunaæfing núna í vikunni. Það getur verið stórmál ef það kemur upp eldur í flugstöðinu til dæmis. Það auðvitað myndi vera það og það er líka eins og í því tilfelli þar sem við fáum brunavarnir Suðurnesja til að vera með okkur að það hjálpar til þess að við verðum þá betri ef eitthvað kemst upp og við verðum betri, samskiptin verða betri og ef einhver agnúar eru í samskiptunum, því það er nú stundum það sem maður vill bera út af að það vantar einhver staður upp á þar, að þá erum við búin að finna út úr því með svona æfingum. En svo líka, þetta er svolítið gaman að því líka að þetta brýtur upp hversdaginn, gerir þetta skemmtilega. Og þið hafið verið með vitundavakningu líka hjá farþegum. Þið voruð til dæmis að eiginlega bara leggja fyrir þá spurningar hvort þið vissu hvað væri vökvi. Það er auðvitað mjög skemmtilegt að gera það. Þá vekjum við þá til umhugsunar það hvað öryggi er á flugvöllum. Við fáum þá í lið með okkur, skýrum fyrir þeim hvað það er sem við erum að gera þegar við erum að skima þá og þeir eru að fara í gegnum öryggisleitina, hver tilgangurinn í þessu er. Þetta er ekki bara að tefja fyrir einstaklingnum og til þess að gera ferðalagið erfiðara, heldur er það til þess að tryggja öryggi hans og annarra. Og allt svona, það líka gerir ferðalagið skemmtilegar þegar við gerum þetta svona þennan hátt, en það eykur skilning til lengri tíma litið, engin spurning. Og svo þessi fót ganga hérna í dag, það eru ótrúlegustu hluti sem er að rata inn á flughlöðin og sem geta verið hættulegir flugiðnaðinn. Já, það getur verið það og við sjáum það margir þessir hlutir eru að koma hérna frá starfseminni, rennilásar á töskum og þess háttar, jafnvel glerbrot. En svo er það líka hlutir sem að koma bara frá svæðunum hérna fyrir utan, fjúka inn fyrir girðinguna og geta þess vegna valdið skaða og slysum á fólki, en sérstaklega líka þá tjóni á dýrum verðmætum og einn lítill hlutur getur oldið mjög alvarlegu slysi eins og við höfum séð. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni.